Nú ætlum við að skoða hluta sem við kallum allt efni er úr einhverju. Og það er nákvæmlega þannig, allt efni er úr einhverju. Það er að segja, allt efni sem við sjáum í kringum okkur, tölvan sem ég er að taka þetta myndband upp á, borðin og stólarnir í kringum okkur, bílarnir, húsin, trén, allt er þetta úr einhverju. Meira að segja loftið er úr einhverju. Þessi efni sem að mynda þessa hluti hafa mismunandi eiginleika, en þau eru öll gerð úr því sem við kallum frumeindir. Enska orðið við frumeind er atóm, sumir þekkja þetta frekar sem atóm. En frumeindir geta tengst saman, verið annarkvort stakar, við teiknum þetta oft sem svona kúlur, eða tengst saman í það sem við kallum sameindir. Þetta gæti til dæmis verið vatnssameind. Hún er gerð úr 3 frumeindum, einni stórri súrefnisfrumeind og svo 2 litlum vetnisfrumeindum. Við skoðum það betur seinna. Frumefni er annað hugtak sem við þurfum að skoða hérna. Frumefni eru efni sem við getum ekki klofið niður í önnur efni. Vatn er til dæmis ekki frumefni, af því það er að kljúfa það niður í vetni annars vegar og súrefni hins vegar. Frumefnin eru efni eins og vetni, súrefni, kolefni, nitur og svona mætti halda áfram mjög lengi. Við notum bókstafi til þess að tákna frumefnin. Vetni til dæmis hefur efnatáknið H. Súrefni O, enda er efnaformúlan fyrir vatn H2O. Það þýðir H2 þýðir 2 vetnisfrumeindir og O þýðir 1 súrefnisfrumeind. Þess vegna skrifum við oft annarkvort hérna við hliðina eða hreinlega inn í hvaða frumefni þetta eru. Kolefni hefur táknið C, nitur hefur táknið N, en svo er eins og helium hefur táknið HE. Því það er ekki til nógu margir bókstafir fyrir all frumefnin, þau eru meira en 100, það er ekki til nema 30 bókstafir. Þannig að við þurfum stundum að nota 2 og þá er seinni bókstafurinn lítill. Það eru til fleiri frumefni sem eru með eins og efni sem heitir neon. Það er Ne. Við skiptum efnum í annarkvort, ef við gerum bara svona, þá skiptast þau í hrein efni og það sem við köllum efna. Í hreinum efnum þá eru allar sameindirnar í efninu eru eins. Þetta getur verið frumefni eða efnasamband. Efnasamband er efni eins og vatn. Við sjáum þetta með því að hér er einn stór stafur í efnatákninu, en hér eru 2 eða fleiri stórir stafir. Efnablöndur eru svona óreglulegar blöndur af einhverjum efnum, hrærigrautur af efnum, eins og til dæmis mold, sandur, andrúmsloftið er efnablanda, sjórinn, margt í kringum okkur, en efnablöndur hafa ekki efnaformúlu því það eru alls konar efni í þeim, bæði frumefni og efnasambönd.